Sérfræðingar í málmvinnslu vita líklega nú þegar hvað málið snýst, en fyrir alla aðra vil ég kynna. Afgráðunartæki frá Nova. Þau eru framleidd af samnefndu ísraelsku fyrirtæki sem í fremstu röð á sínu sviði á heimsvísu. Þetta eru ekki flóknar hátæknivélar. Þau eru í raun mjög frumstæð verkfæri en fullkomnuð hvað varðar framkvæmd og notagildi. Og eins og sérfræðingar myndu staðfesta eru þau ómissandi viðbót við einmitt þessar dýru vinnsluvélar. Hlutverk þeirra er að fjarlægja grófa kanta sem myndast við vinnslu og að slétta brúnir. Ekki er alltaf mögulegt, eða tæknilega eða efnahagslega hagkvæmt að framkvæma þessa aðgerð vélega. Og þá koma handvirk afgrópunarverkfæri til sögunar, hvort sem það eru sköfur sem kallast sköfur, snúningshnífar eða borar. Nova framleiðir óteljandi fjölda afgrópunarverkfæra sem eru mismunandi í hönnun, lögun, stærð eða notuðu efni. Einn af sameiginlegum þáttum þeirra er mikil hörku blaðanna. Í undantekningatilvikum eru keramik eða karbíblöð notuð í sömum verkfærum. Þetta allt ákvarðar einstök verkfæri fyrir ákveðnar aðgerðir og einnig fyrir vinnslu á tilteknum efnum. Til dæmis er slíkur sköfur fyrir plötur meira og minna, einskiptisverkfæri sem fullkomlega hannað til að fjarlægja hættulega brúnir af plötum. Þinglaða skurðblöðin má snúa eða snúa við þegar þau verða sljó. Málmskjöldur verndar höndina gegn meiðslum. Samkvæmt staðsettir hnífar eru ætlaðir til að fasa báðar hliðar á þyngri plötum. Meðlægur hnífur má nota til að fasa brún, á þykkari plötu eða kubb. Aftur á móti eru verkfæri með þríhyrndum skurðblaði, kölluð sköfur eða afgráðunartæki með einkennandi bogi snúningsblað alhliða. Þau má nota til að afgráða og fasa bæði beinar og bogadregnar brúnir á ytri plötum, en einnig þinglaga eða óreglulegar brúnir í hólum. Jafnframt ráða þau við vinnslu, á breiðu úrvali efna. Sjokkvarar eru hannaðir fyrir minni, kringlótt göt. Þeir eru annarkvort beinir, fyrir meiri kraft, eða með botnum viðauka sem minnir á handbóð, til þaðrar og nákvæmrar forsökunar. Botni viðaukinn er einnig notaður fyrir verkfæri, til að fasa ytri brúnir, á hringlaða stengum og rörum. Fasning á brúnum í götum frá hinni hliðinni, til dæmis í hólum, er fullkomlega framkvæmd með svokölluðum öfugum forsökurum. Blöðin leggist saman, eru sett inn í gatið, á hinni hliðinni þenjast þau út og fasa brúnina auðveldlega. Flest handvirk afgráðunartæki frá Nova tilheyra ákveðinni línu eftir þvermáli klemmustöngsins sem inniheldur mismunandi hnífa fyrir eitt handfang. Þeim fylgja viðeigandi grunnhandföng sem hafa geymslurými fyrir varahnífa. Alhliða er Nova Grip 3000 handfangi sem hægt er að setja inn í með sjónauka-festingu. Þau geta haft á sér einhvern verkfæri eða endastykki til að festa verkfæri úr eða línunni. Fyrir sterkari tvíhliða sköfur er til staðar heift málmhandfang með spennubor. Einnig eru áhugaverð handföng í formi kúlupenna sem þú getur haft með þér án þess að þau trufli. Á svipaðan hátt getur við alltaf haft fjölnota Nova verkfæri við höndina sem minnir á fjölverkfæri frá Leitherman. Það inniheldur 4 mest notuðu verkfærin, lítið og stórt afgráðablöð, þríhyrningssköfu og keilubor. Öll verkfærin eru skiptanleg. Þetta fjölnota afgráðaverkfæri er fullkomið fyrir heimaverkstæðið. Þú getur fengið handafgráðaverkfæri frá Nova á nokkra vegu. Í fyrsta lagi sem fullkomið verkfæri með föstu handfangi. Blöðin sem eru fest á handfanginu eru skiptanleg. Í öðru lagi sem einstaka hluti þegar handfang og verkfæri aðskilin eða viðauki. Í þriðja lagi sem sett sem inniheldur handfang og verkfæri eða með sömu varahlutaverkfærum. Í fjórða lagi sem sett sem inniheldur eitt handfang fyrir nokkuð mismunandi samhæfð verkfæri. Og að lokum í 5. lagi sem sett sem inniheldur viðeigandi handfang fyrir hvert verkfæri. Þetta er hentugt þar sem þú vilt ekki eða getur ekki tafið við að skipta mismunandi verkfæri í einu handfangi. Meðal afgráðunartækja getum við einnig flokka tæki fyrir pípulagningamenn sem eru ætluð til að fjarlægja burs og brjóta brúnir á rörum. Við hliðina á hreinum handverkfærum eins og snúningshnífum og rímunum fyrir plast og málmrör eru einnig vélræni búnaður sem festist í borvél. Svokallaða köngulóin tekst fljótt á við ytri brúnir á plastpípum og býr til ská fyrir auðvelda tengingu pípanna. Nova framleiðir einnig króka til að fjarlægja spón eða flísar. Þeir eru einnig með ergonomískt mótaðar handföng með tvíþættu yfirborði fyrir þægilega snertingu og öruggt grip. Annars við sem fyrirtæki Nova einbeitir sér að eru segulgrunnar með stiklanlegum seglum.
Þeir má sameina með festingum fyrir ýmis mælitæki, oftast skekkjumæla. Hápunkturinn eru grunnar með þyngstbyggingu, segli með 800 Newton krafti og miðlægri snúningu arma. Sjónvarpfestingarnar frá NOAH eru einnig í boði fyrir ljósmynda og kvikmyndaiðnaðinn til að festa myndavélar, ljós, hljóðnema og aðra fylgihluti. Seðilgrunnar má hins vegar einnig nota með kælikerfum sem annað svið sem NOAH einbeitir sér að. Það býður annaðhvort lausnir fyrir þrýstikælivökva eða kerfi sem virkar á sama hátt og úðabyssa. Þú þarft því ekki þrýstivatn, þér nægir þjappað loft sem þú notar til að soga kælimiðil úr hvaða íláti sem Niðurstaðan ekki vökvaflæði, heldur kæliþoka. Þökk sé seðurstönginni og sveigjanlegum hálsi með úðara getur kælt verkfæri markvisst og sparlega. Tengla á öll þrýsvið NOAH vörumerkisins finnum við undir myndbandinu. Ef þér líkaði við þetta, vinsamlegast gefðu okkur lík og ef þú vilt ekki missa af næsta myndbandi frá Unimax, smeltu einnig á áskrifa og jafnvel á bjölluna svo þú fáir tilkynningu leið og við hlefjum upp nýju myndbandi. Ég heiti Tómas Kausinski. Takk fyrir að horfa og við sjáumst í næsta myndbandi frá Unimax.